Komið sælar og blessaðar kæru vogir. Langt síðan síðast. Ég alltaf að reyna að stytta myndböndin eins og ég mögulega get og búin að draga hérna fyrir ykkur. Tók hérna spilin hennar, eða ein af spilunum hennar Doreen Virtue. Núna, veit ekki af hverju, ég ekki vön að nota þau, en eitthvað kallaði á mig núna. Aðeins til að taka stöðuna á ykkur. Skrítin orka í loftinu. Með vogunum. Það er svo að veit ekki alveg hvort það sé að koma að fara. Við skulum sjá hvað spilin opna á. Best að setja upp gleraugun. Það er reyna að hafa þetta þannig að þið sjáu spilin. Og þau byrja strax að tala að þú sért kæra vog. Það bil eða nýbúinn að taka einhverja ákvörðun sem að á eftir að breyta heilmiklu í þínu lífi. Það er verið að tala hérna framfarir og það að tengjast fólki sem er með sömu sýn og þú. Eitthvað hefur þau ekki verið ánægð kæra vog með það sem þú hefur haft eða það sem þú hefur verið að fást við. Svona mest fæ ég til mín að það hafi verið varðandi persónuleg sambönd, samskipti við aðra eða svona persónulega stöðu þína innan einhvers hóps. Fyrir einhverjar ykkar gæti þetta átt við vinnu sem þið hafi ekki verið glaðar í. En fyrir ykkur sem að þar sem að þetta ferli er farið af stað, þá sé ég að þið eru jafnvel byrjaðar að fagna því að það eru jákvæðar breytingar. Og þú ert kæra vog byrjuð að setja þig í samband við fólk sem getur svona hjálpaður að komast upp á næsta level, skulum við segja. Breytingarnar eru að fara að taka smá stökk núna. Það er að komast hreyfing á málin og þú ert eftir að merkja mun á því hvernig fólk tekur þér eða kemur fram við þig. Og það er vegna þess að orkan sem þú ert að gefa frá þér, kæra vog, er öðruvísi en áður. Þú átt eftir að verða sáttari með sjálfa þig og átt þess vegna eftir að stafa frá þér orku sem er ekki eins aggressív og áður og ekki eins full af það er ákveðið vonleysi sem hefur einkennt í kæra vog á einhverjum sviðum vegna þess að þú hefur ekki verið ánægð. Og þetta vonleysi hefur svolítið skinið í gegn til annara og það hefur farið misjafnlega í fólk
og þarna að verða breyting á. Leðu þú finnur hvers þú ert megnug, það að segja finnur styrkinn þinn og stöðuna sem að þú vilt vera í, þá fer það að stafa frá þér miklu jákvæðari og sterkari orku sem aftur á móti dregur til þín einstaklinga með sömu orku sem er á sömu bylgjulengd og þú. Það er að koma inn hérna tími eldmóðs, framkvæmda, eitthvað sem þú ert að fara að taka þig fyrir hendur. Kannski er það eitthvað sem fylgir sumrinu. En núna einhvern veginn er rétti tíminn til þess fyrir þig. Það er að segja, þú ert í rétta gírnum. Og þú þarft svolítið bara að vera ákveðin í því að takast á við hlutina eins og þeir koma. Láta ekki slá þig út af laginu, heldur halda bara þínu striki. Það sem kemur til mín er að það er mikil og sterk orka innra með þér sem hefur ekki fengið nægjanlega útrás. Og það að þú beinir þeirri orku í réttan farveg, það gerir gæfumuninn. Þú hefur ekki verið að nýta heldur, eða nota, skulum við segja, þá gríðarlega miklu og góðu samskiptahæfileika sem að þú býrði yfir. Heldur hefur svolítið þurft að pakka þeim ofan í skúffu. En það er að verða breyting þar á. Þú ert góð, kæra Vog, í mannlegum samskiptum. Þú kannt að hlusta, þú veist hvenær er tími til að þegja og hvenær er tími til að tala. En þú ert ekkert mikið fyrir að munnhöggvast eða rífast við aðra. Það kemur þér í ójafnvægi. Þannig að stundum átti það til að halda friðinn of mikið. Með því að víkja og kannski ekki endilega tjá þig á þann hátt sem þig langar. Ok. Ég ætla að hagræða spilunum aðeins þannig að fleiri komist hérna fyrir og sjáir spilin. Ok. Partur af því sem að tengist þessari tjáningu sem ég er að tala um, það er að tjá tilfinningarnar þínar. Þú ert góð í að tala um daginn og veginn, kæra Vog. Þú ert líka góð í að setja skoðanir þínar fram og ræða mikilvæg málefni. En þegar kemur að tilfinningunum þínum, þá er eins og þú komir alltaf að einhvers konar fyrirstöðu og þú passar þig alltaf á að segja ekki of mikið eða að segja ekki endilega það sem að þig langar að segja. Þetta á auðvitað ekkert við ykkur allar. Ég er hérna að koma einhverjum skilaboðum á framfæri til þeirra sem að þetta á við um.
Já, framundan einhvers konar, eitthvað sem gerist sem á eftir að koma tilfinningunum þínum í uppnám og þá ég ekkert endilega að meina á neikvæðan hátt. Heldur einhvers konar tilfinningarlega reynsla sem að kemur úr jafnvægi. Einhver býður þér eitthvað sem snertir við þér. Þú ert að fara kannski að hitta manneskju sem hreyfir við tilfinningunum þínum eða fá skilaboð þess eðlis og þú myndir miklu frekar vilja takast á við það með huglægum hætti. En í þetta sinn verðurðu, þér ekki gefinn kostur á því. Það líka þetta að velja og hafna, vega og meta hvað viltu segja, hvað máttu segja, hvað ætlar ekki að segja og það smá vörn í gangi hjá þér að passa að láta ekki koma á því höggi. Afsakið, hálsstöðin mín fór bara alveg í flækju núna í takt við þetta sem ég var að segja. Eldur, vatn og jörð. Loftið þitt sem er þitt element. Vogin er loftmerki tjáningar og hugsunar, akkurat. Loftið er fjarverandi hérna, þannig að þú ert að fara inn í tíma þar sem að þú þarft að díla við hluti þar sem þú ert kannski ekki alveg á heimavelli og þar sem að styrkleikarnir fá kannski ekki alveg notið sín, en maður hefur alltaf gott að því að æfa sig, að æfa nýja hæfileika eða nýta önnur svið hjá manni heldur en maður er vanur. Þannig að það getur verið pínlítið challenging, svona smá áskorun fyrir þig að fara að fást við það. Samvinna við einhvern annan eða aðra er hérna líka og það getur verið í sambandi við vinnu eða verkefni. En einhverjir ykkar kæru vogir eru líka sterklega íhuga það að það sé kominn tími til að fara að sinna meira hugðarefnunum sínum heldur en að standa í svona eilíðar brauðstríti alla daga. Einhvers konar listrænir hæfileikar koma hérna í gegn. Einhverjir ykkar viljið fara að vinna með höndunum í hverskins vinnu sem að það er. Þið ykkar sem hafi verið að vinna bara mjög huglægt. Það er að til komin sá tími í lífi ykkar að þið viljið fara að nýta betur hendurnar og það er að segja að vinna með eitthvað efnislegt sem getur verið svo margt. En það að finna jafnvægi er eitthvað sem að þið leitist alltaf eftir, kæru vogir. Og þessi tilfinningaþáttur setur ykkur úr jafnvægi. Ég ætla að taka hérna eitt spil en varðandi það.
og spilið bara flýgur út á gólf. Og hér kemur það og það er annað tilfinningaspil. Þú ert að fara að takast á við, kæra vog, ég veit ekki af hverju ég segi alltaf takast á við, það er eins og þetta sé verkefni fyrir þig. Einhvers konar tilfinninga, ok, ég ætla að orða þetta upp á nýtt. Þú ert að fara að lenda í stöðu sem krefst þess að þú sýnir tilfinningar. Ok. Sko, að vissu leyti hefur beðið þetta sjálf, kæra vog. Því að það sem þú varst áður hentaði þér ekki og þetta er partur af hinu nýja. Þetta gæti verið í formi manneskju sem kemur og býður þér eitthvað tilfinningatengt. Þetta gæti verið manneskja sem sýnir þér tilfinningar, sem gefur þér vísbendingar að hún laðist að þér eða að hún beri tilfinningar til þín, skulum við bara segja. Og það eru sterkar vísbendingar hérna að það sé manneskja sem þú hefur þekkt eða þekkir, því að hún tengist þér aftur í tímann. Þetta gæti verið einhvers konar tenging eða samband sem er að koma aftur inn í lífið þitt eftir ákveðna pásu. Þið gæti hafa verið ungar, kæru vogir, þegar að þessi manneskja var partur af ykkar lífi, eða að viðkomandi sé, hvað ég að segja, ung í hjarta eða framkomu og minnir þig á eða lætur þig líða eins og þér leið þegar þú varst yngri. Kallar fram sem sagt einhvers konar svona léttan og leikandi part af þér áður en að alvarleiki fullorðinsáranna tók við. Annars finnst mér margar af ykkur, kæru vogir, sem að hlusta, vera dálítið duglegar við að varðveita barnið í sjálfum ykkur. Ég fæ til mín að þið eru margar hverjar ungar í anda, unglegar í útliti og það er eitthvað svona stelpu eða strákslegt við það hvernig þið komið fram og hvernig þið tækli lífið, oftast léttar í lundu og ekkert að taka ykkur sjálfar of hátíðlega. En það sem er sammerkt með þeim sem ég er að lesa fyrir og þá væntanlega ykkur sem eru að hlusta, hvað er ég að segja? Þetta sama fólki, stundum kem ég hlutunum bara ekki alveg frá mér eins og ég ætla. Sem sagt, fyrir ykkur sem eru að hlusta, við skulum bara orða það þannig. Það er einhvers konar tilfinninga teppa. Þið eigið annaðhvort erfitt með að tjá tilfinningar ykkar eða eru þið ekkert mjög tilfinningasamar, kæru vogir. Þið viljið svolítið fókusa á vinnu og efnislega hluti, nú eða elementið þar sem að þið eru sterkastar sem að er hugurinn og tjáningin. Nú er bara komin nýr dagur, nýr tími, þar sem tilfinningarnar banka upp á og þið þurfið svolítið að gera upp við ykkur. Er ég tilbúin að fara inn í einhvers konar tilfinningarsamband? Er ég tilbúin að fara að ræða tilfinningar, sýna þær? Er ég tilbúin að finna fyrir tilfinningum mínum sem gæti haft það í för með sér að ég þurfa að fara
í huganum aftur í fortíðina og finna hvernig mér leið þar. Hvað er þessi manneskja að sýna mér? Hvers vegna er hún allt í einu komin hérna upp? Er hún að færa mér eitthvað skilaboð? Er hún að gefa mér eitthvað svona tækifæri? Þetta er manneskja sem ásvaldið eftir að hrífa þig, kæra Vog. Svolítið eins og, nú ætla ég að vera rosalega rómantísk og segja ferskur andblær. Þetta er eitthvað og einhver sem kemur inn í lífið með eitthvað frískandi, eitthvað nýtt og fallegt sem á bæði eftir að hrífa þig og líka að koma þig svolítið úr jafnvægi en á jákvæðan hátt. Sjáðu þessa fallegu krakka hérna, eða ungmenni, þau brosa út af eyrum. Það er gleði sem er hérna ríkjandi. Það er sko ryk á spilunum. Það sýnir bara hversu langt síðan ég á notaði. Þetta er sem sagt, þetta er skemmtileg kynni, skemmtilegur hittingur og þeim líður vel saman, greinilega. Ef þú vill koma þau úr frá sikkorum staðnum, hún virðist vera tengd vatni eða sjó, er hérna með sporð, en hann kannski meira af landi. Kannski ertu bara að verða ástfangin, kæra Vog, svo ég noti nú stór orð. Leyfðu þér það. Leyfðu þér að verða ástfangin. Ekkert er skemmtilegra og fallegra. Ég ætla ekki að taka fleiri spil á þetta. Þetta er í rauninni bara mjög einfalt. Það virðist bara þurfa svolítið langar útskýringar til að koma þessu á framfæri. Það er vegna þess að það er svo mikið hik í gangi af þinni hálfu. Þetta tengist því að þú ert að fara að gera eitthvað líka sem að veitið meiri gleði, sem að er skemmtilegt. Einhverjir ykkar kæru Vogir eru að fara inn í þetta samband bara að fullum krafti og eru að fara að stofna heimili. Eða fara að búa saman, flytja inn. Það er hérna vísbending gott og gjöfult líf, farsælt framundan, jafnvægi og það að gera það sem þú elskar. Og er það ekki það sem að þið í raun og veru eru svolítið að óska eftir? Ok, kæra Vog, þá ætla ég að halda áfram. Taka hérna fleiri spil sem ég var búin að draga. Já. Það eru upplýsingar, það eru skilaboð. Þú gæti verið að fá skilaboð sem að skipta máli. Þú hefur frjálsan vilja að taka ákvarðanir varðandi þessi skilaboð og frjálsan vilja það hvort þú sér tilbúin að stíga inn í eitthvað nýtt og kanna ókunn lönd. Þetta getur verið skilaboð varðandi nýja atvinnu, nýja búsetu, lönd sem þú hefur ekki verið áður í, sem sagt þekkir ekki mikið til eða hefur ekki komið til áður. Þetta getur verið tilfinningaleg skilaboð líka sem að tengjast því sem að ég var að tala hérna á undan.
þú kannski manneskjan sem ert að senda skilaboði? Einhver að hvísla því að mér og þú ert að vonast eftir jákvæðum svörum. Ef að svo kæra vog, þá bara ætla ég að óska þér til hamingju því það bendir til þess að þú ert búin að opna svolítið á tilfinningahliðina þína, tjáningahliðina þína sem að hefur verið dálítið lokuð því að hér engin spil sem að tala það. En þetta þá framundan og kannski ekki alveg að gerast í augnablikinu ef þið vill þetta melta þetta dálítið vel og hugsa málin. Guðsbænum bara ekki ofhugsa þetta. Leyfðu þér frekar bara að hafa gaman og líða vel og leyfðu þér að njóta þess að stíga inn í eitthvað sem skemmtilegt og gott. Ég fæ svo skrítið væp, myndi unga fólki segja. Ég fæ svo skrítna tilfinningu með þessu að það eins og þú býðir með öndina í hálsinum eftir því að þetta sé að fara að gerast. Ok, það bara gott mál. Annað spil, afsakið, aftur fyrir hálsstöðin í flækju. Annað spil sem ég dró hérna fyrir þig, sem fjallar hreinsun. Hreinsandi vatn eða cleansing waters, purification. Að koma lífsflæðinu aftur af stað, að hreinsa stíflur, ok. Ef það hafa verið stíflur eins og varðandi tjáningu, eins og hálsstöðin eða stíflur á tilfinningasviðinu, af því að hér erum við að tala vatn. Vatnið hreinsar, tilfinningarnar hreinsa. Það eins og tilfinningaflæði fari af stað og skoli svolítið einhverja pípur sem að hafa kannski verið stíflaðar eða ryðgað. Ég ekki alveg að ná því hvað þetta spil að segja okkur annars. En það bara verið að tala lífskraftinn þinn, að hann sé að fara að flæða og það ákveðin hreinsun að fara í gang. Kannski þarftu ekki að vita meir en það. En þú færði eitt spil hérna í viðbót. Þetta eru spil úr smiðju Abraham Hicks. Ég hef ekki notað það mikið vegna þess að mér finnst þau svo öðruvísi. Þau eru öðruvísi heldur en það öðruvísi sem að ég er vön að fást við. Við skulum bara segja að þau hafa ekki talað mikið við mig hingað til. Og þau eru á ensku, þannig ég ætla aðeins að lesa bara hérna á ensku fyrst. Most are attracting their less than wellness by default. Ok. Þetta eru spil sem varða heilsuna, svona að mestu leyti. Og hér er verið að tala að það sé einhver default stilling hjá þér. Það að segja, default ósjárátt eða bara það sem að gerist bara alltaf. Þetta úr einhvers konar tölvumáli. Að þegar þú kveikir og þá fer tölvan bara í ákveðna stillingu af því að þú ert búin að setja hana á þá stillingu. Það að segja, ég kann ekki að útskýra þetta en flest ykkar viti hvað þetta er. Skiptir ekki máli. Sjúkdómar, vanlíðan, vanheilsa hjá flestum ykkar
vegna þess að þið eru bara í þeim gír. Þið eru í neikvæðum gír, þið dragið að ykkur neikvæða orku. Í staðinn fyrir að endurstilla kerfið, í staðinn fyrir að hreinsa, hafnakomna. Í staðinn fyrir að hreinsa kerfið ykkar, setja nýjar stillingar í gang. Breyta skipta út. Þá eru þið fastar, margar hverjar, kæruvogir, ég er ekki að tala alveg við ykkur allar. Þið eru fastar í einhvers konar stillingu sem dregur að ykkur neikvæða líðan. Það er eins og þið vakna á morgnana með bara hauspoka. Eða alltaf þegar þið gerir einhver ákveðna hluti yfir daginn, þá gerið þið það með neikvæðum formerkjum. Og farið í verkefnin ykkar eða vinnun ykkar með neikvæðum formerkjum og dragið þar að leiðandi að ykkur neikvæða orku. Ég er ekki að segja endilega einhver alvarleg veikindi, enda ég hef enga forsendu til að ræða það. En það er talað hérna less than wellness, það er að segja eitthvað sem er minna heldur en vellíðan. Sem getur verið einhver skali frá 0 til 10. Hvernig líður þér í dag? Ef þér líður ekki 8, 9 eða 10, skoðaðu þá, getur verið að það hafi eitthvað með hugarfarið þitt að gera. Hefur það ekki bara býsna gott? Ertu ekki bara í einhverju skrýtnu skapi í dag eða skiljiði? Ég ætla samt að lesa sem stendur aftan á spilinu, það er smá hérna á ensku. Breyta með eins og enskunni. Most who are attracting less than wellness are doing so by default. Þetta er bara það sama. They may very well desire wellness, but the majority of their thoughts do not support wellness. Það getur vel verið að þið langi til að líða betur eða hafa betri heilsu, en hugsanir þínar styðja það ekki. It's not a good idea to try to evaluate what anyone else is living, but you can always know where you stand relative to what you want. Ekki vera að miða þig við aðra, þú veist, þú þarft að miða þig út frá því hvar þú stendur sjálf, afsakið. And if you pay attention to the feelings within you, you will find yourself guiding your thoughts more of the time in the direction of that which will ultimately please you. Ef þú tekur eftir því hvernig þér líður, þá getur þú stýrt hugsunum þínum í rétta átt og jákvæða átt til að líða betur. Þannig að þetta er bara svona, þetta eru bara smá leiðbeiningar það, reynda að komast að því hvers vegna þér líður ekki vel og reynda að breyta hugsuninni eða viðhorfum þínum og sjáðu hvort að það hafi jákvæða breytingar í för með sér. Ok. Samband framundan, já. Ég vona, kæru vogir, fyrir flestar ykkar að það sé það sem að þið viljið eða það sem að þið hafið hreinlega beðið óskað eftir, dregið að ykkur, afsakið aftur. Nó, ok. Ég ætla að draga fyrir ykkur hérna 3 spil og þau bara drógu sig sjálf. Að þagga niður í huganum, quieting the mind, talar inn á sama og ég var að segja. Kveikja kannski á tilfinningunum svolítið í staðinn. Láta hugan ekki fara með ykkur í neikvæðan spíral eða tala ykkur niður. Opna á samskipti. Fylgja því sem að kallar á ykkur. Ef það er eitthvað sem veitir ykkur innblástur, eitthvað sem, hvað sem maður ber ykkur eitthvað í brjóst, hvað sem maður bera
maður á ekki að nota orðatiltæki sem að maður kann ekki. Já, færið er innblástur, við skulum bara láta það duga. Fylgdu því þá, kæra Vog. Það er eitthvað